Verið velkomin kæra áhorfendur í Mótorhaus. Þá runnin upp seinni dagurinn í skýin í Noregi þar sem við ætlum að fylgjast með Fíanes-torfárinu sem fór fram helgina 5. og 7. september. En staðan eftir fyrri daginn þann veginn að í fyrsta seti í sérútbúnum göttubílum var Roger Fossen með 2020 stig, í öðru seti Jörgen Poulsen með 1710 stig og í þriða seti Sigurjón Guðmarsson með 1500 stig. Í sérútbúnum bílum var í fyrsta seti Paul Blesvig með 2060 stig, í öðru seti Arne Johannessen með 2020 stig og í þriða seti Martin Mikkelsen með 2010 stig. Í fjórða seti var Snorri Þór Árnason með 1960 stig, var búinn að klóra sig upp listan eftir smá dómaraklúður hérna á laugardeginum. En við byrjuðum á því að taka stöðun á Þór Þormar sem var búinn að vera með allt í skrúfunni fyrir daginn. Jæja Þór, upphaf dags 2 og hver er staðan? Þetta lít bara vel út. Við skiptum legur í gærkvöldi og nótt og það er allavega einhver olíuþrýstingur og meðan hann er og þá keyrum við allavega. Hvernig líst þér á brautina? Það eru miklu erfiðar en í gær, mér líst betur á þær. Það verður svona meiri sens á að klóra stíð tilbaka. Það held ég okkur sé ekkert að vandbúnaði fyrstur hjá okkur í dag í 8. braut. Haukur Viðar Einarsson á TAS. Búinn að vera í pínu vandamál með bílinn en mætti nú samt alltaf í hver einustu braut. Og næstur Þór Egil Þorland á Ugly Betty, tæpur og rúlar hérna fyrir okkur. Nokkra veltur. En kallinn slapp heilla húi, illa hressmaður. Örlítið tjónar hérna framar endar en hverjum ekki drullu sama. Næstur í braut Henning Hödeland og hann er í bangi þarna við brekkuna og rúlar fyrir okkur. Búinn að vera mikið stuð á hann þessa helgi. Næstur í braut hjá okkur Atli Jamil Ásgeirsson á Thunderbolt. En svo kom fram í fyrir þetta okkar fyrir viku síðan þá keypti hann þennan bíl aðeins nokkru dögum fyrir mót og sýndi glæsilegan akstur. Enda enga smá bíl að ræða. Næstur í braut Paul Blesvig á Rodeo og bjarga sig glæsilega þarna. Næstur Geir Evert Grímsson á sleggjunni. Hann heldur áfram með sína tilþrif og bjarga sig flott úr því að rúlla þarna áfram niður. Næstur Tommy Leutenoja á sínum undarlega háþekkju bíla, ég veit ekki hvað skildi kalla, með svaðalegustu fjöruninni hérna í dag, í þessari keppni og rúlar hérna, kannski fjörunin aðeins og góð, hver veit, en rúlar hérna nokkrar veltu fram fyrir sig og braut hérna eitthvað smáttur í hjólabúna en þeir rettu þessu strákarnir. Voru ekki lengi að þarna voru fyllibitundar frá Íslandi. Illar hessir næstur í braut Magnús Sigursson á kubbnum. Hann lenti þetta í kröppundansi og rúlaði. Reynir samt allarleið niður að bjarga sér en það tókst nú ekki. Illa flottur ökumaður hafnaferðinni. Og við vendum okkur í næsta Joakim Knudsen. Hann var með þvílík tilþrifuna dag og kemst ekki upp í fyrstu tilraun, reyndi aftur og flaug það þarna upp fyrir þennan kant sem reyndist mörgum erfiður. Svo var það bara yfir þennan hrygg þarna, taka smá dífu þarna niður brekkuna og klára þetta upp stál sem var svona frekar ókveikjandi. En hann fór svolítið öðruvísi að þessu. Eins og við sjáum þá var hann hrikalega tæpur en bjargaði sig flott út úr þessu og fékk nota bene tilþrifverðlaunin fyrir þetta. Það var næstur Arne Johannessen og tekur hrikalegt snökk fyrir okkur þarna. En var pínu meint af þessu, bilaði hjá honum bíllinn, brotnaði slatti þarna framan einhver. Næstur Alexander Már Steinarsson á All In. Hann er mjög efnilegu dræfur, hvergi banginn. Það var næstur Snorri Þór Árnason á kordrengnum. Hann hafði hvert stig til þess að berjast fyrir þessa braut. Já, illa tæpur, nær að bjarga sér þarna frá því að fara fram fyrir sig. Enda Fanta dræfur á ferðinni og klárar þetta með stæl, glæsilegur. Það var hann næstur í braut hjá okkur Valdimar Jón Sveinsson á Krassart. Hann var búinn yfir í vesenu við bílun og braut þarna framskaft og eitthvað fleira ef ég þekki hann rétt. Það held ég nú. Næstur í braut Martin Mikkelsen á True Insane. Glænir bíl hér á ferðinni og gríðarlega kraftmikill. Einhver rúm 1000 hestöfla með skilst og lendir hann í smá niggi en
virtist ekki verða meint að því, hann var í toppbaráttunni ásamt honum Snorra þennan daginn og tekur þetta svona glæsilega hann í getum endamarkið. Og þá var komið að sérútbúnum götubílum, þar var fyrstur hjá okkur Sigurbjörn Guðmarsson á Lille Björn. Honum gekk vel þessari braut. Næstur var hann Geir Hög á Trollett og illa tæpur tekur hann inn að rúlu fyrir okkur. En eins og öllum hinnum var honum ekki meint af þessu, fór nú laglega lett með þetta. Þá er það copy-pastan af Lille Björn, Lille Gutt, Jónas Sigurðsson. Smíðaðir 2 bílar eins og tekur þetta flotta stökk fyrir okkur hérna í endan. Þá er það næsti Íslendingur, það er hann Aron Ingi Svansson Zombie, leikur hann í knöppundans og kemst ekki alla leið. Næstur Roger Fossen á Matt Krokk, ætlaði alla leið en rúlar hérna fyrir okkur eina veltu og var það reyndar ekki meint af. Næstur Kristján Jensen á Willys. Rúlar þarna fyrir okkur og eins og við sjáum þetta löng brekka og þetta verður svolítið ískygilegt að horfa á þessa bíla rúla allavega þetta niður en kallinn var heill, þá er öllum sama. Já, þá er staðan eftir 8. braut. Í fyrsta seti í sérútbúnum Martin Mikkelsen á Two Insane, 2320 stig. Í öðru seti Snorri Þór Árnason með 2270 stig og í þriðja seti Pól Blesvík með 2150 stig. En þarna má sjá það félaga Snorra Þór vera að máta bílinni Ólafi Braga. Langar í hann sennilega og þarna er Ólafi Bragi að klöngarast út úr kórdurengnum. Mjög öfundsjúkir út í hvern annan og þarna er kynnerinn. En fyrstur hjá okkur var Þór Egil Torland í 9. braut. Reynir þarna við gríðarlega erfitt stál sem að átti eftir að reynast mönnum erfitt. Það er hættu við, nei og næri ekki bjarga sér þarna, var samt djöfull nálægt því. Það var að næstur Geir Evert Grímsson á sleggjunni. Hann ákveður að eiga þetta barð inni. Tommi Lottenøya næstur. Hann líka ákveður að eiga það inni. En eins og við sjáum fullt af bílum, fullt af áhörundum, glæsilegt keppnisvæði og hrikalega gott veður. En næstur í braut Magnús Sigurðsson á kubbnum. Og sjá hvað hann gerir. Já. Stekkur hann upp á þetta barð sem að flestir áttu í erfiðleikum með. Krækir síðan hann inn fyrir hliðið. Svo að brautið þannig að hann fer hann niður fyrir smá lúpu og þurfti að fara aftur upp að þessu stáli. En hann ákvaði að láta það eiga sig að svo stöddu. Og var kominn með eina af flestu stigunum. Flottum ekki. En næstur Jóakim Knudsen. Alveg brjálaður. Og kemst. Tekur smá veltu. En það var í lagi með kallinn. Næstur í braut Ólafi Bragi. Tvöfaldameistari. Nú sjá hvað hann gerir. Og nei. Hann nær ekki lengra. Næstur Elmar Jón Guðmundsson á heimasettunni. Sjá hvað hann gerir. Heimasettunni er nú löng og klunnaleg en býður nú við. Jú, hann komst upp fyrir stálið. Stemdi reyndar hann til Grenivíkur í augnablik og náði að krækja tilbaka fyrir þetta hlið. Svo fer hann hann niður fyrir. Svo við sjáum eitthvað er hann nú að pæla í þessu. Sennilega fara hann að hugsa það að hann hefði gleymt að klára eitthvað borð í Crash Bandicoot. En nú sjá hvað hann gerir hérna í lokastálinu, hvort hann kláraði þetta ekki fyrir okkur. Og býðum við. Nei, hann ákveður að taka í panik, takka hann og bakka niður. En glæsileg tilraun engu að síður. Það var næstur Ingólfur Guðvarðsson á guttanum. Sjá hvað hann hefur til málanna að leggja hér. Já, glæsilegt. Hoppar hann upp á. Það var, nei. Þetta er Þór Þormar. Það var nú sjaldséður skartgrippur á þessari keppni. Á glæsilegum bíl en bílinn gerði lítið annað en að vera með leiðindi við hann og var svo að lokum úrbræddur hjá Greikhallinum og fór bara að pakka saman. Það var næstur Rolf Kaiser á Terminator, hann ákvað að eiga þetta inni. Arne Jóhannesson á Lightfoot. Stefnir hérna í átt til Grenivíkur eins og Elma á hann.
Alexander Már Steinarsson næstur. Já, en brýtur einhver hann aftan hjá sér. Snorri Þór Árnason næstur á kortringnum. Já, hann fer hann. Aldrei að slaka á gjöfinni, sko. Glæsilegu flýgur hann upp fyrir. Svo er það bara að sjá hvað hann gerir, hvort hann klárið þetta ekki fyrir okkur. Jú, hann vill fá áhorfendur með sér. Það er ekki neitt annað. Menn verða að fá smá hvatningu í þessu sporti. Og nú er það bara að muna eftir öllum liðum og klára þetta með sæmd. Og sjá hvað hann gerir. Hann lætur vaða, en fer hæst allra, en náði samt ekki að klára. Glæsilegur akstur. Það var hann næstur Martin Mikkelsen á Two Insane. Og hann veður hann upp, en ákveður að feta í fótspor Elmas hann, drífa sig til Grenivíkur. Málið var að hann lenti í smá veseni við stýrið og sneri við til þess að ná inn í þetta hlið og grjótspólaði sig síðan til kviku jarðar þarna. En næstur var Haukur Viðar Einarsson á TAS. Hann hélt áfram að frettólkast þarna í brekkunum. Og næstur Sigurjón Guðmarsson og Lilli Gutti og rúllar þarna fyrir okkur. En náðu svo að bjarga sér niður. Aron Ingi Svansson á Zombie gerði þetta glæsilega, sýndi okkur hvaða orka bjóði í þessum bíl. Svo var það bara að klára þetta, klára að fara þetta upp. En vantaði smá grip og endastingur síðan. Smáhefni, flottu kallinn en Aron. Og þá vindu okkur í stöðun eftir 9. braut. Þar var komin í fyrsta sæti Snorri Þór Árnason með 2430 stig. Í öðru sæti Martin Mikkelsen með 2410 stig og í þriðja sæti var Paul Blesvik með 2240 stig. Næsta braut var tímabraut og farið við Poll. Þar var fyrstur hjá okkur Atli Jamil Ásgeirsson á Thunderbolt, annar var Paul Blesvik á Rodeo. Svo sjáðu gríðarlega flottur akstur á því köllum. Næstur Geir Evert Grímsson á sleggjunni. Svaðalegur akstur á kallinum. Framtíðardræfur hann í gangi. Tommy Leutenauer á sínum high roof fjöðrunar kerfisbíl einhverjum skonar. Næstur Magnús Sigursson á kubbnum. Auðvitað, eini fjárasildara bílinn fleytir hann yfir eins og engin sem morgundagurinn. Næstur Jóakim Knudsen og hann komst ekki yfir. En hann var hress til í tuskið eins og einhver sagði. Næstur Ólafur Bragi á refnum. Hann kann þetta algjörlega, flýtur þarna yfir eins og enginn sé morgundagurinn. Elmar Jón Guðmundsson á heimasettunni næstur. Heimasettan er búinn að fleyta yfir þá marga pollana í gegnum tíðina og fór létt með þetta. Næstur hjá okkur í pollin var Ingó Guðvarsson á guttanum. Hann fleytir hann líka. Íslendingarnir voru augljóslega betri í því. Og næstur hann í knöppundans er Arne Jóhannsson á Lightfoot. Og hann rétt nærði ekki. Steindir á tuggunni á endalínunni. Næstur Alexander Már Steinarsson flýtur hann yfir eins og herforingi. Þvílíkt flottur akstur á kallinu. Þá var það Snorri Þór. Við ætlum að sýna ykkur brautina með hann í farabroddi þar sem að hann átti einna bestu tímunum. Gerði þetta rosalega flott, en svo ég sjáu þá var hún mjög löng og skipti miklu máli fyrir dræverinn að halda vel á spöðunum, passa sig á öllum stikum og halda meðalhraðanum vel á lofti. Og þarna sjáu þið barðið og svo er það bara að sprengja tugguna þarna yfir. Eins og honum er einu lagið, flýtur þarna yfir, ekkert mál. Flottur akstur á kallinum. Þá er hann næstur í braut, Martin Mikkelsen á Two Insane. Hann keyrði eins og hersöðingi líka, en í þessu nýsmíðaða bíl var ekkert verið að pæla í vatni. Loft síðan var þarna einhverstaðar rétt við framhásinguna og eðlilega koðnaði á bílum leið og hann komst í snertingu við vatn. Næstur var Haukur Viðar Einarsson á TAS. Hann sökti. En alltaf ánægður hann Haukur. Þvílíkur dræver, skemmtilegur strákur. Það var hann næstur
Sigurjón Guðmarsson á Lillebjörn og hann alveg svoleiðis grjótsökk. En alltaf glaður Aron Ingi Svansson næstur og hann flytti eins og hersöðingi. Þvílíkt flottur akstur á kallinum. Þar næstur Jens Erik Klausen og hann tók stæðsta bað sem ég hef á ævinni séð og opnaði húddi fyrir okkur svona til þess að sýna hvað hann væri með í húddinu, eins og maður segir. Mennirnir algjörlega tilbúinir að fórna sér í þetta, hann demdi sér bara út og náði í húddið. En það er Roger Fossen sem er næstur á Matt Krok og hann átti ekki erfiðleikum með þetta. Þvílíkt léttur og kraftmikill bíll. Það var næstur Kristján Jensen á sínum bíl, ætlaði að rota þetta en velti þarna þegar nokkri metra voru liðnir á brautinni og skildi húddið eftir. Næstur Jörgen Poulsen á No Limit, flætti þarna yfir eins og bátur á sléttu vatni, þvílíkt flottur. Jæja, þá er komið að stöðunni eftir 10. braut í sérutbúnum göttubílum. Þar er í fyrsta seti Roger Fossen með 2810 stig, í öðru seti Jörgen Poulsen með 2458 stig og í þriðja seti var Sigurjón Guðmarsson með 1910 stig. Í sérutbúnum bílum var Snorri ennþá á toppnum með 2770 stig, í öðru seti Martin Mikkelsen með 2723 stig og í þriðja seti var Paul Blesvik með 2545 stig. Jæja Snorri, hver er staðan núna fyrir næst síðustu braut? Mér heyrist að ég sé efstur. Ég veit reyndar ekki stigamunin en þetta eru 2 stóra brautir eftir, þannig getur allt gerst. Núna þegar ég horfi hérna upp stálið sem ég held að setja að fara að gera upp, þá hugsa ég bara hvað ég sé með lítið pung. Hvað ert þú með stóran pung? Hann lafir allan ennþá, hann við verðum að halda honum þannig. Ertu búinn að ákveða einhverja línu sem er gáfulega þarna? Nei, ég ætla bara að fara upp. Bara að láta vaða á eitthvað? Já, svo bara keyrir maður þetta eitthvað til. Já, það held ég nú. Þá er komið 11. braut, Paul Blesvik réð á vaðið. Þetta var hrikaleg braut ásýndar og það átti raunar engin von á því að það færi nokkuð þarna upp til að byrja með þeim. Paul Blesvik sýndi þó sannaði að hann er hrikalegur driver, rosa flottur akstur á kallinum og gjörsamlega steinrotaði þessa braut, svo eitthvað sé nefnt. Það fór nætt gæsahúð liðið þegar hann kláraði þessa braut, glæsilegur akstur á kallinum. Næstur í braut var Geir Evert Grímsson. Hann gat nú ekki verið minni maður, tæpur þarna reyndar að missa ekki niður ferðina, en hann hefur fullt af poweri og er fanta driver þar á auki og ætlaði bara að rota þetta. Og lendir þarna í smá nikki og nær ekki að klára. Næstur í braut hjá okkur er hann Tommy Leutenauer. Sjáum hvað hann gerir, hann er á öflugum bíl með stór og gripmikil dekk og eflaust eina bestu fjörunina hér í dag og já, stekkur þetta upp og bílinn er alveg ótrúlegur. Sjá hvað hann er steindauður þegar hann lendir og gerir það að verkum að hann fer alla leið þarna. Glæsilegur akstur á kallinu. Magnús Sigurðsson næstur á kubbnum. Hann var alveg brjálaður og ætlaði nú að sýna eitthvað í honum byggi en aðeins svo grófur þarna og rúllar. Fer aftur fyrir sig og er þá úr leik í þessari braut. Þá er komið að Snorra Þór Árnasyni. Hvert stig telur, þannig að það mátti ekki gera nein mistök. Enda keyrir hann flott þarna og svo er hann bara að klára þarna upp fyrir og reyna að gera það refsilaust. Sem og hann gerir, fanta akstur á gamla. Það var næstur, Martin Mikkelsen á Too Insane. Tæpur þarna að missa ekki niður ferð en nær sér upp aftur á öflugum bíl og góðum dekkjum, þannig að nóg er til af trakki. Veður þarna upp og svo er restin auðveld. Eins og sjáðu, mikið power þarna á ferðinni. Þá er að Haukur Viðar Einarsson á Tass og já, hann ákveður að hóa til Indíánana í hverfinu. Þótt svo hann ekki komist upp, en Atli Jamil Ásgeirsson næstur á sínum Thunderbolt. Hann var að gera flott, þarna reynda lenti hann í því að það fór interkúlur hosa af hjá honum og hann hafði ekki verið svona 50 hestöfli í þessari braut en fór samt alla leið á legninni. Það var næstur Jónas Sigurðsson á Lillegutt og notabene við erum komin hérna í sérútbúna göttubíla. Sérútbúnir göttubílar keyra alltaf á eftir sérútbúnum bílum og
hann flýgur þarna upp eins og hver annar sérútbúinn bíll. Næstu var að Roger Fossen á Matt Krock, hann hafði mikið að verja þarna og lendir leiðilega út af hlið og ákveður að hætta til þess að missa ekki stig við að bjarga sér frá þessu. Þá var næstur Jörgen Poulsen á No Limit, flaug þarna upp á öllu powerinu sem hann hafði. Sigurjón Guðmarsson og Lille Björn var síðastur af sérútbúnum göttubílum með þessu flokk og flaug þarna upp og gaf skófludekkjunum ekkert eftir. Jæja, þá skulum við fara í stöðuna eftir 11. braut í sérútbúnum göttubílum. Fyrsta seti Roger Fossen með 2960 stig, í öðru seti Jörgen Poulsen með 2768 stig og í þriðja seti Sigurjón Guðmarsson með 2170 stig. Í sérútbúnum bílum var í fyrsta seti Snorri Þór Árnason með 3080 stig, í öðru seti Martin Mikkelsen með 3053 stig og í þriðja seti Arne Johannessen með 2880 stig. Gríðarlega spennandi fyrir síðustu braut. Jæja, Snorri. Hvernig er staðan fyrir síðustu? Var það ekki 30 það? Ég held það. Já, ég held það. Stressaður? Nei, ég er bara eins og maður held ég. Alveg viss? Já, ég er nú ekki rosalega róleg típa sko. Nei. Nú ertu fyrir eitthvað löng braut. Heldur þú fljúgur ekki upp fyrsta stálið? Ég vil að mestar áhyggjur af fyrsta stálinu. Þetta eru 3 hlið sem verða erfið. Þannig að það má ekki klúðra neinu. Það munar engu. Ert þú á undan á eftir Martin? Ég er á undan. Hann er bara strax á eftir mér, þannig að þetta kemur bara í ljós eftir 10 mínútur. Good luck. Thank you. Það held ég nú fyrstur í síðustu braut, Tommy Lottenauja og hann rúllar niður. Eftir góða tilraun við seinna stálið í þessari braut. Næstur hjá okkur er Magnús Sigurðsson og hann kemst ekki upp við það að velta en nær að bjarga sér. Glæsilegur akstur á kallinu. Næstur Ólafur Bragi á refnum. Flýgur þetta svoleiðis eins og hann aldrei gert neitt annað. Elmar Jón Sigurðsson á heimasettunni. Vel létt með þetta. Svo sjáum við hvernig hún gengur í seinna stálinu. Það er bara grjótstandan. Hann flýgur þarna upp. Næstur Ingólfur Guðvarðsson á guttanum. Honum var að fara að ganga helvíti vel. Kalli fyrir hann að keyra flott. Tekur þetta fyrir okkur, rosa stökk í endan. Næstur Arne Johannessen á Lightwood. Lendir í smá niggjar, drífur þarna upp. Þarna kom Mopar Powerið stertinn. Svo er það seinna barðið. Og hann fer létt með þetta. Glæsilegur akstur honum. Þá er það Aristóteles Már Steinarsson og hann er illa tæpur. Snýr á toppinn hann upp á og hvað? Og rúlar hann niður. Þannig endaði sjóferðin hjá honum þennan daginn. Stoppar hann í róleitunum. Snorri Þór Árnason næstur. Nú má ekkert klikka. Keyra eins og hersöðingi og passa sig á stikkonum. Svo sjáum við hvað hann gerir í síðastálunni. En það virðist vera eins og hafi verið sett snjótönn undir hann á framann. Hann skefur þarna úr barðinu í miðri brekku og þarf að reyna aftur. Sjá hvað hann gerir, það er mikið í húi. Taugarnar í botni og þá er bara standan drengur og upp með þig. En nær ekki alveg, stefnir út úr þarna. Kallgreið misti þetta niður þarna á síðasta metrunum. Eins svekkjandi og það getur orðið. En svona er þetta er ekki búið fyrir þetta búið, það er bara akkurat svoleiðis. Næstur í braut, Martin Mikkelsen. Hann var rétt fyrir neðan Snorra og þurfti einungis að klára þetta, eða klára braut og var slíkt ánægður. Jæja, það er Haukur Viðar. Ójó, hann hélt uppteknum hætti, flottur gaur. Thor Egil á Ugly Betty. Aðeins svo lengi á gjöfinni hann og fer aftur fyrir sig. En þá er næstur Henning Höðland og býður við. Hann situr á kviðnum, komst ekki lengra. En eins og ég sagt á það, þá er þetta ekki búið fyrir þetta búið. Og það getur allt gerst. Eins og við sjáum hér, rúlar hann á leið úr braut. Atli Jamel, glæsileg tilþrif. Kallinn greinilega upprennandi í þessu sporti en það var pappans í þessu mörg ár og klárar þetta svaðalega. Það er næstur Pól Blesvík, sjá hvað hann gerir. Hann var í toppbaráttunni en nær ekki að klára þetta þarna.
Þá er að Geir Evert Grímsson, sjá hvað hann gerir. Hann er illa tæpur, næra bjarga sig frá veltu. Glæsilega gert hjá honum, Jónas Sigurðsson næstur. Lille Gutt og hann rúllar þarna niður maður. Harkalega velta en kallinn slapp. Næstur Roger Fossen, hann var í fyrsta sæti. Illa og veltur þarna. Mjög tæpur að ná ekki að vinna þarna. En næstur eftir honum var Jörgen Poulsen og hann klúðraði sinni tilraun til að vinna þessa keppni og Roger Fossen kallarnir voru hrikalega ánægðir með það. Meistarinn í sigurðbúnum götubílum var Roger Fossen með 3030 stig, í öðru sæti Jörgen Poulsen með 2838 stig og í þriðja sæti endaði Íslendingurinn Sigurjón Guðmarsson með 2220 stig. En þannig nú það, þetta er ekki búið fyrir en þetta er búið. Snorri þurfti að láta í minnipoka fyrir Martin Mikkelsen sem endaði sem FIA-NES meistari í sigurðbúnum bílum með 3383 stig. Í öðru sæti var Snorri Þór Árnason með 3290 stig og í þriðja sæti var Arne Jóhannesen með 3230 stig. Jæja, þannig lýkur torfærinu í skíin. Takk og bæ.